Í jarðböðunum í Mývatnssveit eru staddir nokkrir jólasveinar. En þeir eru ekki að baða sig heldur að ræða mjög heimspekileg málefni. Og þannig veiðir maður sko harðfisk. Já, ég hélt að maður notaði gildru til þess. Nei, það er sko miklu betra að nota fallbyssu. Passaðu þig! Ég lendi sko alltaf eins og kettirnir. Svona, einhvern veginn. Fjörusleikir, ég verð að segja svolítið við þig sem er mjög erfitt fyrir mig. Nú, Pönnusleikir og pottaskeiðir pakka pökkum mín. Ef þið pakka ekki pökkunum mín, þá pakka þessi saman og pakka... Þetta var mjög erfitt fyrir mig. það var líka mjög erfitt að hlusta á þetta. Já. En þetta hljómaði svolítið eins og dægulaga texti. Já. En ekkert mjög góður texti samt. Það vantar alveg í hann svona jól og svona ýmislegt sem að gera mann glaðan og hressan. Já, en ef við stofnum kannski bara hljómsveit. Já. Heyrðu, varst þú ekki í þarna hljómsveitinni með nátttröllunum? Já, meira tröllatrú. Sko, ég var eiginlega bara svona rótari þar. Já, svona bera hljóðfæri og græjur. Nei, já, svona meira svona rúta í jörðinni eftir svona jurtum og alls konar drasli. Þeir borðuðu rosalega skrítinn mat. En svo bara gekk þetta ekki, það var svona listrænn ágreiningur. Af hverju gekk það ekki upp? Af því að þeir eru bara tröll heimskir þursar. Já. En heyrðu, Já, kannski langar einhverja bræðrum okkar að vera mér í hljómsveitinni. já, þá verðum við að hafa svona eyrnaprufur. Eyrnaprufur? Já, Hvað er það? sko þá látum við þá gera eitthvað og við hlustum á það og sjáum hvort það séu nógu góðir. Já. Þannig. Þú ert svo klár, Fjörusleikir, í alls konar einhverju svona. Ég veit það sko. Ég veit ekkert svona, En ég er kannski bara getur verið að spila listamaður. ponnur. Ég ætla bara að syngja í hljómsveitum. Syngja. Jólasveinunum líst auðvitað afskaplega vel á þessa hugmynd og rjúka í að undirbúa alls konar söng og tónlistaratriði. En sumir mættu æfa sig aðeins betur. Göngum við í kringum einu berjarhund. Göngum við í kringum einu berjarhund. Svo hættu svo láttum við það. Göngum við í kringum. Strákar, þið kannski farið bara og æfið ykkur aðeins. Æf okkur. Já, og gera skala og svona eitthvað. Skala. Jú. Það hljómaði nefnilega svolítið eins og pabbi að ropa. Hvað er gert? Æfið ykkur bara langt í burtu og lengi. Já, hérna. Þetta hljómaði alveg eins og þegar pabbi fekk kvefpestina. Já. Nei, stekkjastur, þú mættur í svona eyrnapröfu? Sko, ég skilði ekki. Það heyrði svo voða lítið í mér. Já, þú ert alltaf svo voðalega hás. Já, hvernig stendur á því? Ég hef reyndar heyrt að það sé mjög gott fyrir röddina að fara í gufubað. Já, hérna. Já, Heyrðu, það er verið reynandi. vá! Þetta var rosalegt. Nú ætla ég að prófa. Ég verð kannski aðeins lengur. Þá fæ ég ennþá meiri rödd. Æ. Hann hefur bráðnað. Hann hefur verið lengi. Æ, ég verið að skila þessu til kertasnyggi.
ekki gleyma þínum minnsta bróður. Ha, ekki nú, jæja, hvernig hljómar þetta þá? Í skóginum stóð kofi einn, sat við gluggan jólasveinn. Stekkjarstaur, ég ætla að syngja með þér. Mí, 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 mí. Mí, mí, mí. Í Skóginum stóð kofi einn, sat við gluggan jólasveinn. Heyrðu, Stekkjarstaur, ég held að sé bara eitthvað að mér í eyranu. Nú, Já. bara í eyranu. Nei! Tyggjóið mitt! Hvað var það að gera þarna? Þarna, hérna. Ja, þarna. Ég fór einu sinni með flugvél til Frakkalands og mér var sagt að ef ég fengi svona hellu í eyrun þá væri gott að nota tyggjó. Hellu? Já, Svona. já, en þetta virkaði ekkert. Nú, Nei, skrítið. Við skulum syngja. já. 1 og 2 og 1 og 2 og 2. Jólasveinn, ég treyst á þig, veiðimaður skýtur mig. Herra, nei, herra, skýtur mig. Mig. Herra, Veiðimaður skýtur mig. herra, Hérna, veiðimaður skýtur mig. herra. Miklu herra. Miklu herra. Skýtur mig. Herra, Miklu herra. Veiðimaður skýtur mig. hann gengur alveg frá mér. Já, hann kannski bara góður í einhverju öðru. Veiðimaður skýtur mig. Stúfur! Ég kemst ekki hærra! Stúfur! Jæja, ég ætla að fara á athuga hvort að þeir hafi farið að æfa sig. Það er nú vissar aðtóa það. Já, ég held það. Hvað ætli þið nú að spila, strákar? Já, ég ætla nú að spila þetta þriggjastrengja gargan hérna. Ég er Lem og við spilum höng. Pöng. Nei, höng. Já. Æ, við spilum bara og þú skilur það þá. 7, 9, 13. Já, við kannski tökum bara smá hlé. Já, kannski það. Hvernig getur hann sofið í þessum háaða? Hann var bara svolítið þreyttur. Já, ég líka. Mínar eyrnaprufur hafa alls ekki verið góðar. En þínar? Og ég hef ekki heyrt svona mikinn óhljóð síðan ég setti köttinn í heimlásarann. Hvað ert þú að raula þarna, Kjarti minn? Ég er nú bara svona raula eitt lítið vísukorn og lagstúr sem ég datt í hug á leiðinni heim úr baðinu. Nei. Mættum við kannski fá að heyra? Já, það er allt í lagi. Þetta er svo sem ekkert merkilegt, en þetta hljómar einhvern veginn svona. Jólasveinninn hlakkar til að hlýja sér við eld, hlammar sér í bælið sæll og þreyttur seint kveld, vaknar svo að morgni Hei, bræður, ég er hræðilega fréttir að færa. Hurðaskellir, hann bráðnaði í baðinu. Af hverju eru þið að grenja? Þú ert þá ekkert bráðnaður eftir allt saman. Bráðnaður, ertu eitthvað verri? Hvað það þýð að rífa mann í föllum? Hurðaskellir, það sýst í hurðarónin á þér. Þú varst bara horfinn. Nú skulum við syngja. Jólasveinninn hlakkar til að hlýja sér við eld, hlamma sér í bælið sæll og þreyttur seint kveld, vaknar svo að morgni vita ekkert hvað þann dag, verður til að kæta svein það syngjum lag.
Við borgum aldrei neitt kaup, en borgum höfrungahlaup og bryðjum kakómalt og ekki neina mjólk. Við hrekkjum bændur og svín og hellingsgerum við grín og helst finnst okkur best að gleðja fólk. Við syngjum ógrynnin öll alls kyns álfa og tröll sem að sjálfsagt eru sennilega til og mandarínur í skó við megum djöfullum nóg og skíðlogandi kerti og klukkuspil. Jólasveinninn hlakkar til að hlýja sér við eld, hlamma sér í bælið sæll og glaður seint kvöld. Dauðþreyttur svo skyndilega inn í draumaheim, dettur Sveinn